fá að þekkja Guð enn meir. Við bjóðum Snorra og þetta klukkan. Það stóra málið að fá að þekkja Guð enn meir. Og ég var nú að segja við hana Gretu og Svanhildi áðan uppi. Það var að segja sögu af því þegar konurnar í Hvítasundsöfnuðinum voru að fara vestur í Stykkishólm og ætla að hafa skemmtilegt kvennamót. Og það fór í rútu frá Fíladelfíu. Og það náttúrulega keyrt af stað og fyrst þögn í bílnum og svo bara aðeins verið að hvískra. Svo fer allt í einu svona andrúmsloftið í rútuna breytast og konurnar fara í míkrafóninn fram í og fara að tala og segja svona sögur af hvorum annarri, grímsögur sem að gerðust og hefur svona átt sér stað og það náttúrulega, það vantaði ekki rokurnar og hlátrasköllin. Það voru allir sem fóru að skellihlæja því margt af því sem að við göngum í gegnum kemur bara út þegar við segjum frá því sem bara þrælfyndið. En þarna var ein kona, eldri kona í hópnum, þegar rútan fór að hlæja, eða konanda fór að hlæja í rútunni, þá stóð hún alltaf upp. Svo settist hún bara niður og var bara mjög kurteis og þá kom önnur saga og þær hlógu konundar og gamla konan stóð upp og dóttirin segir svo allt einu við hana eftir nokkuð skipti: mamma, af hverju ert þú alltaf að standa upp? Það stendur í Biblíunni: sælli sá eigi situr í hópi háðgardra. Og þetta var til þess að allar konundar þær hlógu ennþá meira og þá stóð mínu upp. Hún vildi ekki láta hlæja að þessu. En vitið þið, stundum það þannig með okkur að þegar Guð breytir við hag Síonar eða snertir hag Síonar, þá fyllir hann munnvorn hlátri. Og það kannski vöntun á svona hlátri eða von eða gleði í trúarlífi okkar. Og ég ætla að byrja á því að fara með ykkur í Davíðssálm 126, bara til að rifja þetta upp fyrir ykkur, sko. Því að við erum ekki með eitthvað brandara banka og samkomundar okkar ekki fólgnar í því að við erum bara að segja brandara og hlæja, því þá varum við að gera allt annað og værum miklu fyndnari, því að við erum nóg af sögum hvert annað. En það mjög skemmtilegt að fá að rifja upp svona sameiginlegar minningar sem hafa komið upp í hópi trúara og við getum brosað að svo mörgu. Og það var þannig að frændi minn, hann lenti í því fyrir mörgum árum að það var eitthvað blóðtappi í heilanum á honum og hann var lagður á spítala og hann var gegnumlýstur og skoðaður og rannsakaður og svo komum við þarna að sjúkrabeðina og það var svo gaman þegar hann var að lýsa. Hann sagði: þeir skoðuðu allt hérna og bent á höfuðið, þeir fundu ekkert. Og þú veit, hvað átt hann við? Svo gerðist það daginn að sonur hans lenti í mjög svipuðu, hann fór blóðtappi gegnum heilan og hann sagði það sama: þeir skoðuðu hérna og þeir fundu ekkert. Svo hló hann, munandi eftir því að þetta var það sem pabban sagði. Við eigum nefnilega svona gullkorn og við erum ekki að segja þetta vegna þess að við erum að hræpa. Við erum að segja þetta vegna þess að okkur þótti vænt og það eru svona skemmtileg augnablik sem kom upp. Og í Guðs ríkinu við viljum ekki gleyma skemmtilegum augnablikum. Þau eru alveg lífsnauðsynleg. Og í Davíðssálmi 126, öðru versinu aðalega, þegar drottinn sneri við hag Síonar, þá var sem oss dreymdi, þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuðu. Amen. Þetta hluti af því að fá að vera snertur af heilugum anda og af anda Guðs, að það kemur fögnuður og tungur vorar, þær fara að hlæja og eiga ánægjulegar stundir og við vitum það að því fleiri ánægjulegar stundir sem við eigum saman, því þéttar grær söfnuðurinn saman. Við förum ósjálfrátt að treysta okkur öðru, við getum slegið á létta strengi og bara þegar við höfum húmor fyrir þessu, að þá vitið þið að tengingarnar þær vaksa ennþá meir. Því það skiptir máli að geta hlegið saman. En það líka mjög mikilvægt að við getum tekið úr hinum sjónum þegar sorgin nísti og þegar erfiðleikarnir komu. Hvert förum við þá? Þá förum við til þeirra sem við treystum. Og það svo mikilvægt
að við byggjum upp þetta traust. Þú getur ekki byggt upp traust nema með ákveðnum tíma. Og tíminn, hann segir svo mikið hver þú ert, hvaða mann þú hefur að geyma. Því minna sem við sjáum af þér, því minna treystu við þér. Því síður förum við að leggja á þig það sem að er að angra okkur. Því betur sem að við þekkjum hvert annað, því betur treystu við. Davíð konungur, hann lenti í mjög merkilegu og undarlegu atviki. Og ég hef stundum spurt mig, á þessi saga heima í Biblíunni, komið með mér í Dómarabókina, fyrri Samúelsbók, skulum fara þangað, við skulum fara í 21. kapitulan, þá er alveg stórmerkileg saga Davíð konung. Hann er reyndar ekki orðinn konungur, það er búið að smyrja hann til konungs, en það er ekki búið að taka hann til hásætis. Það var ekki búið að krýna hann þannig að hann væri með kórónu og hann hefði sína höll. Því að Sál var ennþá konungur og Davíð, hann er svona væntanlegur, hann er sá sem er að koma og Sál vill ekki endilega sleppa. Og Sál konungur, hann fer að angra Davíð. Og Davíð konungur, ég kalla hann konung líka því að hann var smurður, Samúel kom til hans og hann var búinn að segja við Sál, konungdómurinn verður frá þér tekinn því að það sem þú áttir að gera, það neitar að gera. Vandi Sáls konungs var það að hann hlýddi ekki spádómsorðinu sem kom frá Guði. Og hann ætlaði að vera kætt og séður og hagsýtt og hann sá ákveðin gróða í því að hlýða ekki Guðs orði eða Guði. Og Davíð, hann var þarna ógnvekjandi fyrir Sál vegna þess að hann var búinn að fella Golíat. Og það var búið að syngja Davíð, Sál felldi sín 1000 en Davíð sín 10.000. Og allt í einu er Sál, hann er sko neðar heldur en Davíð. Og fyrir bragðið, þegar Sál var að missa konungdóm, þá var Davíð orðinn tengdasonur Sáls, en Sál, hann fer á móti tengdasyni sínum. Hann kom með ófrið inn í fjölskylduna. Dóttir hans átti hann að standa með Davíð manni sínum eða Sál föður sínum. Og þið vitið, það var togstreita í hópnum. Bara vegna þess að menn hlýddu ekki Guðs orði. Svo segir frá því að Davíð, hann flýr undan Sál konungi. Og við skulum koma í 10. versið í 21. kapitula fyrir Samúelsbókar. Og þá segir Samúelsbók svona, síðar tók Davíð sig upp og flýði þennan sama dag fyrir Sál og kom til Akís, konungs í Gat. Og Akís þýðir sá sem örvar eða skemmti snákum. Þvitið, hvernig Indverjar fara, þeir eru með pípu og leika og snákarnir, þeir dansa svona við þá. Akís, nafni þýðir það. Svo við getum sagt að hann hefur verið svona maðurinn sem er að skemmta skrattanum. Af því að snákurinn, hann er oft á tíðum notaði sér tákmyndu upp á höggorminn, upp á Satan. Nema, svo segir. Og þjónar Akís sögðu við hann, er þetta ekki Davíð konungur landsins? Var það ekki hann sem sungi var við dansi og dansað Sál felldi sín 1000 og Davíð sín 10.000. Davíð festi þessi orði í huga og var mjög hræddur við Akís konung í Gat. Fyrir því gjörði hann sér upp vitfirringu fyrir augum þeirra og lét sem óður maður innan þá sló á vangjahurðir hliðsins sem á bumbu og lét slefuna renna ofan í skeggið. Þá sagði Akís við þjóna sína, sjáu þið að maðurinn er vitstóla? Hví komið þér með hann til mín? Hvað myndu við gera? Maður smurður af Guði fer að haga sér alveg svo vitstóla. Og af hverju var það? Þetta sýnir Davíð hvað hann var hræddur. Ógn og skelfing stóð að honum. Þó hafði hann verið smurður. Þó vissi hann að hann átti að vera konungur. Þó vissi hann að framtíðin var mjög björt. Þetta var maðurinn sem að Guð treysti fyrir konungssæti Messíasar. Og áttu ykkur á því að konungssætin í Ísrael, þau voru sæti Messíasar. Konungurinn átti þess vegna að haga sér eins og að væri í hlutverki Messíasar.
Og þetta var því mjög mikilvægt hlutverk að haga sér vel. Og hvernig var Davíð að bregðast við? Hagaði sér alveg eins og vitfirringur. En það hreif, hann var greinilega góður leikari, Akís féll fyrir bragðinu. Hann ofsótti ekki Davíð, hann tók hann ekki og gerði hann ekki höfðinu styttri. Og svo segir sagan aðeins, hef ég ekki nóga vitfirringum úr því að þér hafi komið með þennan til að ærast frammi fyrir mér? Hvað á ég að gjöra? Hvað á þetta að gjöra í mitt hús? Eða hvað á hann að gjöra í mitt hús? Og þá sjáu þið hvernig Akís konungur fellur algjörlega fyrir bragðinu. Davíð, óttasleginn, hann vissi hvað var í gangi. Hann bjargast allt á undursamlegan hátt. Bara þessi litli leikur val til þess að Davíð slapp. Herinn hann slapp. En þá sungu þeir, Sál felldi sín 1000 og Davíð sín 10.000. En þessi saga heldur nefnilega svolítið áfram. Því að hún fer alveg með okkur inn í Davíðssálmana. Því að Davíðssálmarnir, þeir eru meðal annars, þeir hafa að geyma söguna þegar Davíð konungur fór til Akís. Ef að koma í Davíðssálm 34, sjáu hvað þetta er alveg stórmerkilegu sálmur. Davíð tekur úr sagnasjóði og reynslusjóði sínum og hann fer að segja okkur frá því hvað hann hafði upplifað. Og ef við komum í 34. sálminn, þá er forsagan svoleiðis, sálmur Davíðs, þá hann gjörði sér upp vitfirringu frammi fyrir Abimelek, svo Abimelek rak hann að burt og hann fór burt. Og Abimelek og Akís er þess vegna sama personan. Og það er svolítið merkilegt að Davíð konungur skuli hafa notað þetta vitfirringa atriði og hann kemur með það inn í sálmana og þetta var sungið í musterinu öldum saman. Við vitum nokkurn veginn að Davíð konungur, hann er að glíma við þetta svona árið 1005 til 1000 fyrir Krist. Og svo er musteri byggt, svona 900 á dögum Salomons konungs, og þá vitið ég að það var ekki eitt fyrir 584 þegar Babyloniumenn ruddu musterinu koll. Þannig það var í það minnsta í 5, jafnvel 6 aldir sem að þessi sálmur var sungin í musteri Salomons. Og hvað voru þeir að segja? Hvað sagði Salomon, hvað sagði Davíð konungur? Ég vil vegsama drottinn alla tíma, ætíð sé lof hans mér í munni, sál mín hrósa sér að drottni, hinir hóværu skulu heyra það og fagna. Svo ætla ég aðeins að grípa inn í vers 8. Engi drottinn setur vörð kringu þá er óttast hann og frelsar þá. Og við getum séð, engi drottinn var með Davíð, þegar Davíð gerði sér upp vitfirring og Davíð slapp og hann komst undan. Hvað heldur engi drottinn gerir í þínum kringumstæðum? Ég veit ekki hverju þú lendir endilega. Það er eitt og annað sem mætir okkur á lífsleiðinni, en stundum er það þannig, með þess að vinnustæðurinn okkar, heimilið okkar, vinahópurinn okkar, hann getur orðið bara ógnvekjandi og hann getur verið að klípa og klóra og aðeins að pota og stinga og við þurfum bara að þola þetta. En vittu þá, engill Guðs er með þér. Engill Guðs hjálpa þér. Engill Guðs stillir af. Hann lætur ekki endalaust vera að kveljast. Hann er með lausnir fyrir þig sem að er sagt frá í þessari bók og Davíð konungur er að syngja Og komið með mér í versi 16, mér finnst alveg rosalega merkilt, förum í 12, 13, 14 og 15, áður förum í 16 vegna þess að það segir, komið börn, hlýðið á mig, ég vil kenna yður ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þrái lífdaga til þess að njóta hamingunar, þá varðveiti hann tungu sína frá illu og vari sínar frá svikatali. Forðast illt, gjörðu gott, leita friðar og legg stund á hann. Og sjáu þið ráðlegginguna sem kemur frá Davíð konungi, hvernig við gætum tungu okkar og við gætum háttalagsins. Við látum ekkert skaðlegt orð líða okkur að munni. Hann vissi alveg hvað þetta gat þýtt. Hann vissi alveg hvernig heimili Sáls
vann gegn Davíð konungi og hvernig Míkal dóttir Sáls var alveg tvístruð vegna þess að hún átti að standa með manni sínum en hún gat ekki vegna þess að hún var dóttir Sáls. Þannig kom í raun og veru ófriðurinn inn í heimili Sáls, ófriðurinn mætti Davíð konungi og Davíð vissi það var engin lausn til nema engill Guðs gripi inn í. Hann var að gæta tungu sinnar. Svo segjum við aðeins frá versi 16. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Auglið drottins horfir að þá illa breyta til þess að afmá minningu þeirra á jörðinni. En réttlátir hrópa, ef réttlátir hrópa, þá heyrir drottin úr öllum nauðum þeirra, frelsar hann þá. Og þetta er svo athyglisvert. Nauðirnar koma, erfiðleikar koma, menn verða veikir, við þurfum að glíma, en hvernig frelsumst við? Og sjáðu hvað þetta er merkilegt að Davíð konungur leggur þetta þannig fyrir okkur að háttalagið okkar, það kallar á að Guðs hjálp komi fyrr. Þegar við erum rétt frammi fyrir Guði, þá hefur Guð unun af því að láta orð sitt rætast. Hann hefur unun af því að mæta okkur í kringumstæðunum. Hann hefur unun af því að gera þessi dýrlegan hjá þér og mér. Við eigum þetta sem fyrirheit og við sjáum þetta teygir sig alla leiðina frá Davíð konungi inn í sálmana, svo erum við að lesa sálmana og við sjáum heilræðið. Maðurinn sem slapp frá Akís, maðurinn sem hafði sér eins og vítfyringur og Filistear sleppti honum, hann hefur þessa sögu að segja. Hann er með sálminn fyrir þig og fyrir mig sem gildir í Keflavík og á Íslandi árið 2026. Þetta er orð dagsins í dag. Þetta er eitthvað sem þarf að fylgja okkur, þetta er eitthvað sem þarf að kalla á hjá okkur. Við viljum vera drottins megin. Amen. Nú skulum við fara úr þessum sálmi. Ég ætla ekki að dvelja öllu lengur við hann. Ég ætla að fá að fara með ykkur inn í fyrra Pétursbréf. Og Pétur postuli heiðingjana, hann er sá sem er að skrifa okkur stórmerkilegt bréf. Og ég ætla að fara með ykkur í 3. kapitula. Þá er Pétur búinn að tala við okkur og segja okkur allt eiginkonur og eiginmenn og þetta eru orð sem að menn eru enn að deila hver er staða konunnar, hvað eigum að segja konurnar, hvernig á þetta að vera, hver er staða karlmannanna og við erum svona að pæla í þessum hugmyndum endan dag í dag. En höldum aðeins lengra, förum úr því efni og förum í þetta óttaleysi í fylgd Krists. Þá segir Pétur að lokum: verið allir samhuga, hluttekningasamir, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir. Þetta er mjög flott upptalning. En af hverju er þessi upptalning? Okkur hættir nefnilega til að missa af þessu. Auðmýktin hverfur. Við verðum eitthvað og það er bara eitthvað svona í manninum sem er mjög erfitt við að eiga, það er drambið og stoltið. Þið veitir hvernig þetta er. Barátta sem við eigum í, hún er við tignir og völd. Vilji ekki allir vera eitthvað. Þú ert ekki láta líta niður á þig. Þú ert ekki láta smána þig. Þú ert meira virði heldur en jafnvel þú áttar þig á eða hinir. Og við þurfum fyrir bragðið oft á tíðum að læra það sem Kristur kendi. Komið til mín, lærið það mér því ég er af hjarta lítillátur. Ég er hógvær og af hjarta lítillátur. Munið þið. Pétur er komið með þetta nákvæmlega sama og hann er að tala við okkur, verið hluttekningasamir, samhuga, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir. Þetta er hluti af því sem á að fylgja þér sem kristin manneskja. Bróðir, systir, þetta er erindi sem Pétur postuli skrifar til þín og mín. Þetta er erindið sem að Sál konungur hefði þurft að læra en gerði ekki. Þetta er erindið sem Davíð konungur þurfti að læra. Hann gat ekki verið allan tíman sem konungur. Stundum var hann sér vitfirringur. Og er það ekki þannig með okkur? Við erum oft á tíðum álitnir vera kjánar. Á vinnustað,
Já, þetta er svona ofsatrúamaður. Já, það er þetta sem er að hjá honum. Þið veitir hvernig þetta er. Við erum álitnir sem kjánar, en hafið engar ágjörð því. Kjánaskapurinn kannski frelsaði frá ennþá verra ástandi. Ekki vera drampsum. Og látið það allavega ræta hjá ykkur að þið eru tilbúin til þess að vera hluttekningasöm, til þess að vera samhuga, bróðurelsk, miskunnsöm, auðmjúk. Svo segir hann, gjaldið ekki illt fyrir illt, eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið, því að þér eru kallað til þess að erfa blessunina. Og það er bara býsna á erfitt stundum að blessa fíflið sem er að ofsækja þig. Og þú ert bara ekki tilbúin til þess að þessi asni sem ekkert skilur, að þú blessir hann. Við erum bara svona. Þetta bara mætir okkur svona. Og Davíð konungur, þetta mætti honum líka. Og Sál, þetta mætti honum líka. Þetta er bara fylgifiskur allra þeirra sem vilja ganga Guðs veg. Stundum eru þeir hátt skrifaðir og hjá öðrum er þetta algjör fífl. Og við sem erum trúuð og treystu því að Guð sé til, hafið séð hann. Hefur hann talað til ykkar? Hefur hann leitt ykkur? Hafið haldið í höndans? Og við getum sagt, það kan bara vanta snertingun á meðal okkar. Ég man eftir konu, ungri stúlku sem kom til mín á Akureyri og bað fyrirbæn vegna þess að hún fann ekkert fyrir Guði. Það eru mjög margir sem kvarta yfir þessu, en Guð leiðir á undursamlegan hátt, og þegar þú ferð að kíkja tilbaka, þá kannski sérðu breytingar í þínu lífi sem komu ekki af tilviljun. Þetta var vegna þess að Guðs hönd, hún snerti við, englar hans komu, englar hans hjálpuðu og það var allt einu breyting á kringumstæðum. Og þegar Guð fyllti munnin hlátri, það var vegna þess að Guð var að snerta, hann sneri við hak Síonar. Og við eigum þessa vonina sem er fólgin í því að við fylgjum Kristi og við látum orð hans leið okkur og stjórna. Og þá segja menn, já, ertu ekki bara að predika lögmál, Snorri? Erum við ekki bara inn í náðinni? Er ekki náðin svoleiðis að drottinn er svo dásamlegur og dýrlegur að hann er með alveg sama hvað ég geri? Nei, það er nefnilega ekki þannig. Guð er ekkert endilega að samþykkja allt sem við gerum. Guð er samt náðarsamlegur og þú mátt þakka fyrir að heimskan sem þú gerðir frammi fyrir Akís, þú slappst. Það gerði Davíð konungur. Heimskan og vitfirring sem að setja sér upp, hann slapp. Og við eigum oft á tíðum þessa reynslu, ég var nú ekki nógu gáfaður, ég var nú ekki nógu séður, ég var nú ekki nógu þetta, nógu hitt. En drottinn, hann notar þessa kringumstæðu til þess að rifja upp fyrir okkur hvernig hann hefur áður fyrr þurft að bjarga sínum þjónum þegar erfiðleikar steðjuðu að. Og Pétur, nú erum við búin að lesa þessi komin að 10. versi í þessu 3. kapitula, þá allt í einu fer Pétur að vísa til þessa sálms sem er Davíðssálmur 34 sem Davíð konungur samdi eftir að hann slapp frá Akís. Og þá segir í sálminum, sá sem vill elska lífið, sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu, vörum sínum frá að mæla svik, hann sneiði hjá illu, gjöri gott, hann stundi fríð og keppi eftir honum, því augu drottins eru yfir hinum réttlátu. Augu drottins er þess vegna yfir þér, þegar þú stundar það sem rétt er og gott er. En eyru hans hneigjast að bænum þeirra. Finnst þér stundum djúpt á það að þú fái bænasvör? Hver skyldi hindrunin vera? Gæti það verið að hindrunin sé bara fólkinni því að við höfum sniðgengi Guð nema þegar við þurfum að kippa í klæðafaldinn. Hei Guð, nú er ég í vandræðum, komdu núna og vertu með mér og hjálpaðu mér. Í stað þess að Guð, hann vill vera með þér alla daga, öllu stundum, allt til enda veraldar. Hvort ég lífi eða dey, þá er ég drottins. Höfum við þessa trú hjá okkur? Er þetta svona hið innra í okkur? Ég veit að lausnarinn mér lifir, ég veit að hann mun síðast að ganga fram á foldu, ég veit hver framtíð mín er, þó ég degi, þá mun ég samt rísa upp, ég veit hvað Biblían er að segja, og vitið þessi trúa sannfæring, hún heldur mönnum uppi
alveg ótrúlega mikið. Einn maður í Íslandssögunni sem var með þessa trúa sannfæringu var Hallgrímur Pétursson. Og þegar við farið að lesa sálman hans og hvað hann að skilja eftir hjá okkur, þá hver sálmurinn af öðrum hvatning til þess lifa heilugu og góðu lífi. Og þegar við förum að tala víkingasöguna og víkingandi þetta voru ekki réttlátir menn. Það var allt annað í gangi hjá víkingum heldur réttlæti. Það var bara sverðið, það var heiðurinn og þeir drápu bræður sína hiklaust bara heiðursins vegna. Og vitið þið að flestar víkingasögurnar sem við erum með, Snorri Sturluson skrifaði þær í Heimskringlu. Þetta voru konungarnir að berjast og við hugsum konungana, Danakonungur og Noregskonungur og Englandskonungur. En vitið þið, þetta voru alltaf meira minna stórskildir menn. Þetta voru bræður, þetta voru ættingjar, þetta voru frændur, þau voru að drepa hvort annan. Og bara eitt atriði, ég nefna við ykkur, Haraldur Hárfagri sá konungur sem sameina Noreg. Hann átti nokkur börn með nokkrum konum og einn af þessum drengjum hans erfir ríkið eftir hann. Hann var kallaður Eiríkur Blóðöx. Eiríkur Blóðöx kemur til sögunar í Egils sögu. Gunnhildur kemur til sögunar í Njálu. Eiríkur Blóðöx giftist Gunnhildi. Svo eignuðust þau, afkomendur, nokkra drengi. Það búið að sameina Noreg, en hvað gerðu drengirnir? Afkomendur Haraldar Hárfagra. Þeir fóru allir að berjast hver við annan. Og það endaði með því að þeir drápu alla bræður sína. Þetta voru konungarnir. Hvað var að? Hús Davíðs stóð frammi fyrir svona málum líka. Og við getum sagt alveg, það var alveg lífsnauðsyn fyrir þessa víkinga að fá inn í hugarheim sitt kenningu Biblíunnar. Það var björgun fyrir bæði Noreg og Ísland að þeir tóku kristni og gerðust kristnir. Það var ekki þar með sagt að þeir voru komnir með allt saman rétt. Sagan mjög blóðug í kringu víkingana og kristnir menn, þeir þurftu margoft að glíma og takast á við konunga vegna þess að orðið sagði þeim að gera annað. Það sagði þeim það sem Pétur segir við okkur. Það sagði þeim einmitt þetta sem að ég held að skipti mjög miklu máli en augli drottins gegn þeim sem illt gjöra. Máttu víkingarnir heyra þetta? Þeir urðu að heyra þetta. Og þeir reyndu konung eftir konung að reyna að gera það sem rétt var, en það var alltaf mjög stutt í sverðið. Alltaf. Páll postuli, hann var einn af þeim mönnum sem að gekkum, tók inn að kristnu, setti þau í fangelsi og jafnvel líflét. Hann var eins og James Bond, hann var með license to kill. Hann hafði farið til þeirra manna í Jerúsalem sem voru æðstu prestar og hann fekk upp á skrifað, þú hefur leyfi til að drepa villutrúamenn. Og Páll postuli, hann var með þetta skjalfest, alveg eins og James Bond. Hann var með þetta skjalfest frá bresku leyniþjónustunni. Við erum ekki þar. Við erum ekki í þeim hópi að drepa eða murka lífið úr öðrum. En sjáðu hvað þetta er merkilegt. Hann sneiði hjá illu, gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því augu drottins eru yfir hinum réttláttu. Hvorum megum við vilja vera? Ég held að þessi boðskapur, hann eigi mjög mikið erindi til okkar á Íslandi. Ég held að þetta þurfa að hljóma mun sterkar og mun betur heldur að hefur gert fram að þessu. Ég ekki að saka hina kynslóðurnar að hafa verið að svíkjast eitthvað undan. Við þurfum bara jafnvel að hrópa þetta ennþá hærra. Við höfum alla möguleika til þess að láta þetta fara út. Í dag erum við með Ómegu sjónvarpsstöð, við erum með Lindina útvarpsstöð, við erum með útsendingu héðan beint til þjóðarinnar ef hún vill hlusta. Svo við höfum alla möguleika á að láta orð Guðs hljóma og ekki skammast okkar fyrir það. Nú ætla ég aðeins að halda áfram. Hver sá mun gjöra yður illt ef þið kappkostið það sem gott er. En þótt þér skyldu líða illt fyrir réttlætisakir, þá eru þið sælir. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum.
en helgið Krist sem Drottinn í hjörtum vorum. Og hér vil ég fá að segja amen eftir efninu. Ég vil hafa þetta sem síðustu línuna. Helgið Krist sem Drottinn í hjörtum vorum. Ef við gerum það, þá förum við kannski að taka tillit til þess í gegnum hvað gekk hann. Hugsið ykkur, það hrópað og fagnað þegar hann kemur á pálmasunnudegi, ríðandi á ösnufóla, Hósíana, blessar sá sem kemur í nafni Drottins. Og gyðingarnir, þeir fylltu borgina af fögnuði og gleði. Vika var ekki liðin, þá hrópuður sami hópurinn, burt með hann, gefur Barabbas lausan. Þannig að almenningsálitið, það er svo fljótt að breytast. Við reiknum ekki með almenningsáliti. Við reiknum ekki með því að holdið fagni okkur. Við reiknum með því að andi Drottins, hann sé með og orð Guðs, það standi vörð með okkur. Englar hans komi og séu til staðar. Og sérðu hvernig Pétur leggur þetta fram. Verið ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. En gjör það með hógværð, virðingu, hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla í gegn yður. Orð okkar og athafnir hafa meira vægi en við áttum okkur á. Gerum Guð dýrlegan með verkum okkar. Gerum Guð dýrlegan með orðum okkar. Gerum Jesúm Krist dýrlegan með þeirri von sem við eigum að við ætlum að vera honum lík. Heyri amen. Við skulum enda þessa ræðu svona, en ég vil endilega fá að ljúka þessu með bæn. Af því ég trúi því að þetta skiptir mjög miklu máli á þessum tíma hjá okkur, að við verðum Kristi þóknanleg. Hegðun og orð fara saman. Takk Jesús minn. Þú ert Drottinn okkar og frelsari. Og þakka þér fyrir að við mögum læra það að gera því dýrlegan og við mögum helga þig sem Krist í hjörtum okkar. Þú ert hinn smurði. Eins og þú bjargaðir hinnu smurða frá Akís, þannig vilt þú líka bjarga hinnu smurða frá Akís samtímans. Þú vilt ekki láta okkur dansa í kringum Höggorms leiðaran, Drottinn minn, heldur að við séum ein af þeim sem fögnum frammi fyrir þér. Sama hvað okkur mætir, þá megum við haga safnaðarlífi okkar eins og sæmir þér. Við munum vera samhuga, kærleiksrík, við munum stilla strengi okkar saman, við munum elska hvert annað, Drottinn minn, við munum biðja saman, Drottinn minn, og styðja hvert annað, svo söfnurinn hann megi vaksa og dafna og þroskast til þess að birta mynd af þér. Andlit þitt megi birta hjá okkur. Í Jesú nafni. Amen. Og náð Drottins Jesú Krist. Kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Ég kveð ykkur með þessari postulegu kveðju. Gjörðu svo vel, Kiddi minn.